Komið sæl og velkomin í samfélagið í nærmynd. Og það þarf ekki að deila áhrifi umhverfis á andli og líkamlega líðan fólks. Við finnum þá eigin skinni og auk þessu fjöldi rannsóknar sýnt fram á það. Páll Jakob Líndal í doktorsnámi í umhverfis sálfræði í Ástralíu. Hann í stuttustoppi hér á landi og lítur til okkar síðar í þættinum. En þá yfir öðru, Páll Jakob Líndal í doktorsnámi út í Ástralíu í því sem kallað umhverfis sálfræði og rakir í nefi til okkar í samfélaginu fyrir einhverja, 2-3 ára síðan held ég maður ekki hvort það er svo langt síðan. Velkomin Páll. Takk að kærlega. Aðeins að rífa upp hvað áttir við með umhverfis sálfræði vegna þess að íslenskun á svona heitum oft aldrei erfið því að íslenskan mjög nákvæm með svona lagað. Hvað fjallar umhverfis sálfræðin? Umhverfis sálfræði, hún fjallar í rauninu samspil mannsins og hins efnislega umhverfis. Það er svona í grófasta skilgreiningin þessu sem sagt hvernig umhverfið hefur áhrif á okkur, hegðun okkar, reynslu okkar, en hún tekur líka til þess hvernig við getum haft áhrif á umhverfið. Þannig að þetta er gríðarlega víðfemt fag. Og við erum að tala þetta hvort sem það er á stórum skala eða smáum. Algjörlega, við erum að tala ég segja stundum að við getum farið alveg niður í kústaskápinn heima og við getum stúderað hvernig upplifum það nú að vera þar, en við getum líka farið í Sahara-eyðimörkina og stúderað upplifuna þar og svo er allt þar á milli. Já. Þetta eins og við vorum að tala hér áðan í upphafi þáttarins, við vitum það öll á eigin skinni bara bókstaflega að umhverfið hefur áhrif á okkur. Þegar við erum að innrétta heima hjá okkur þá erum við að spila á það hvernig okkur líður sem best. En svo hafa líka fjölmargar rannsóknir verið gerðar sem sýna fram á þetta, ekki? Jú, það hafa verið gerðar alveg, það hefur gerð dopi á rannsóknum á þessu sviði. Þannig að það hefur heilmikil þekking skapast á síðastliðnum áratugum. Umhverfis sálfræði er ekki gömul grein. Þetta er ekki nema 40 ára gömul grein. Þannig að þetta er svona, já, hún hefur ekki langa sögu, en frá því að síðastliðin 40 ár, þá hefur massi af rannsóknar verið gerður og gríðarleg þekking skapast, en við erum líka að tala það að það er alveg ofsalega stór göt ennþá í fræðunum. Því að þetta, eins og ég segi, þetta er svo víðfemt að þetta náttúrulega tekur meira 40 ára að prófa þetta. Sumsvið eru kannski þekktar en önnur bara hluti til dæmis eins og það litaval á mismunandi stöðum, í skólastofum, hvaða litir henta þarna, hvað að vera samsetninga á rúnuðum formum og köntuðum og fleira. Þetta eru kannski menn svona búin að kanna kannski betur, en svo líka, við erum alltaf að hanna umhverfið á nýjan hátt sem við vitum ekki endilega hvað áhrif hefur. Já, það er svona það er eiginlega það sem umhverfisálfræði þarf að koma inn einmitt þegar menn að vilja prófa nýja hluti og sjá og að vita hvað virkar ekki og hvað virkar og í þessu samhengi þá dettur mér alltaf í hug ég ætla að segja þá smá sögu af risaverkefni sem var gerðið út í Bandaríkjunum. Já. Það var upp á 1954 sem ég vil kalla eitt frægasti íbúakomplex sögunar. Þá var hann vígður. Við erum að tala þarna voru 43 11 hæða byggingar. Þetta var prótið sem var kallað Prut Aigo. Það var hannað af arkitektinum Minoru Yamasaki sem hannaði tvíburaturnuna í New York frægu. Já. Og Prut Aigo verkefnið, það var á sínum tíma marg verðlauna fyrir, þetta var talið hönnunarfræðilegt afrek. Það var unni með nýbyggingarefni að hluta til að minnst kosti
það var hérna unni með hérna sparnaðarkerfi fyrir rafmagn og vatn. Það voru þvottaaðstöð á hverri hæð sem þá þótti nýlunda og lyftur til dæmis þar stoppuð á þriðju hverju hæð til að vera fljótar að fara upp og niður. Þannig að það myndi síður sem sagt, skapast örtröð fyrir fram að lyftu og sem sagt, þetta var marg velunað. Það sem gerðist svo skömmu eftir að það var búið að hérna, taka þetta í notkun var það að skemmdarverk og glæpir fóru að gera vart við sig bæði innan hús og utan hús og sem aflenga því þá fór fólk að óttast öryggi sitt og maður þarf ekki að lesa mikið í umhverfisálfræði til að sjá hvað öryggi skiptur okkur opboðslega miklu máli. Þannig leið og sá faktor er farin að verða eitthvað vafasamur þá er augljós hættumerki. Til að gera langasögu stutta þá var árið 1971 við erum að tala 17 árum eftir þetta að tekið í notkun þá byggu 600 manns í þessum komplex sem var byggður fyrir 12.000 manns. Þetta voru 3.000 íbúðir fyrir 12.000 manns. Það byggu 600 manns árið 1971. Býttu bara út af því að fólk náttúrulega... Sem sagt bara það skapaðist bara einhver, það gerðist eitthvað, sem sagt varðandi það skemmdarverk og glæpir og flúði bara. Já, og þetta bara var ekki að virka. Og sem sagt, það sem að arkitektin sagði, þegar hann heyrði þessu, því að það náttúrulega kom þetta öllum náttúrulega í opna skjöldu, hann sagði, ef maður segja það á ensku, hann sagði, I never thought that people were that destructive, sem að útlegst einhvern veginn, ég bjóst ekki að fólk væri svona mikli skemmdarvarkar, eða eitthvað slíkt. Nú, ári, sem sagt síðar, árið 1972, það var Prútaíkó, þetta risavaxna verkefni. Það var sprengt niður, það var jafnað í jörðu. Okkur einasta bygging var jafnað í jörðu. 43 11 hæða byggingar. Já, íbúðir, sem sagt 3.000 íbúðir, heimili fyrir 12.000 manns, þetta var jafnað í jörðu og maður spyr sig, ok, hvað gerðist? Já, ég skal trúa því. Hvernig gat þetta klikka svona? Og hvað augljósasta skýringin á þessu er svo, það var ekki tekið tillit til mannlegs atferlis. Það var ekki reiknað með mannlegum eiginleikum. Allavega ekki nægilega mikið, ekki nótið þess að þetta var. Eins og þá í hverju til dæmis þarna? Já, eins og ég sagði, með varðandi öryggisfaktoruna eins og þetta. Það að lyftur stoppa á þriðju hverju hæð sem dæmi, það skapaði bara bestu aðstæður í heimi fyrir þá sem að voru sem sagt illa innrættir og getur sagt það eða einhvern veginn svona öðruvísi þengjandi heldur en restin þarna var bara úrvalsstaður til að fremja glæpi og skemmdarverk og þetta stigagangurinn milli lyftustoppustöða verður bara vettvangur. Það verður vettvangur og fólk hefur enga annar að kosta völ heldur en þú ferð upp á hæð 5 en þú átt heima á hæð 4 þú hefur enga annar að kosta völ en að labba niður tröppurnar og það var hlutin alltaf af beautyinu hvað þetta var snjallt. Já. Það var að spara þetta en þetta kom sem sagt svona út og fólk vildi ekki búa þarna eðlilega. Þessi saga sýnir það betur en nokkuð annað held ég hversu miklu máli skiptir. En við getum haldið lengi að fara að tala umhverfisálfræðina en þú ert að fara út aftur í þitt doktorsnám. Já. Og þitt verkefni þar. Mitt verkefni þar er að kanna áhrif byggðs umhverfis á sem sagt líðan fólks. Ég er að vinna með hæð bygginga og ég er að vinna með svo kallar flækjustig eða sem sagt hversu miklu dítelar eru í umhverfinu. Já, alls konar smáatriði. Já, alls konar smáatriði, hvernig þau verka og ég syns að kanna það hvernig það ólík samsetning hvaða áhrif hún hefur. Já. Það er svona í ofsalega stuttum máli. Já. Ég segi það er eitthvað 2 ár síðan þú kíktir hérna til okkar og varst á leiðinni í þetta nám. Við fáum á hófið þig næstir leið til Íslands, Páll. Alveg klárlega. Takk fyrir komuna. Takk.